Við undirbúum nemendur með því að vera með verkefnabundið nám og leiðsagnar mat, þannig að við erum að kenna þeim vinnubrögð. Það hefur verið frá upphafi markmið þessa skóla að kenna góð og mikil vinnubrögð, hvort sem það er í hóp eða sem einstaklingar. Svo núna síðustu misseri höfum við verið líka að einblína á að störf eru að breytast og við erum komin með miklu meiri nauðsyn til að kunna tækni, miðlun og vera í skapandi verkefnum og það er eitt af því sem við höfum verið að leggja áherslu á núna síðustu ár. Ég myndi mæla með MBA bara á hverjum degi til hvers sem er og ég hef ekkert slæmt að segja um skóla, sko. Það eru bara góðir hlutir hérna. En já, ég myndi bara mæla með því af því að við erum með svona frjálsverkefnaskil, við erum með þessa miðvikudaga, en síðan er þetta líka bara svo persónulegur og þægilegur skóli. Ég meina þú þekkir alla, maður getur nánast nefnt alla í skólanum með nafni, maður getur bara að tala við kennarana eins og þessu vinir manns, sko. Og maður getur alltaf leitað til þeirra og svona. Þegar ég hugsa til menntaskólans, þá hugsa ég fyrst og fremst hversu hlýr hann er, hversu faglegur hann er, persónulegur og skemmtilegur. Skólinn er náttúrulega líka bara spennandi af því að hann var svo nýr og tæknimiðaður. Þannig að það er ástæðan fyrir því að ég fór í menntaskólann á sínum tíma og sé alls ekki eftir því. Ég hef starfað við MBA frá því að skólinn var stofnaður frá árinu 2007. Allan þann tíma sem að ég hef starfað hér, þá finn ég fyrir þessum góða anda sem er ríkjandi. Það er alltaf ákveðin gleði, það er mikil væntumþykja og við höfum náttúrulega alltaf lagt okkur fram við að sinna nemendum einstaklingslega, vera þessi persónulegi skóli. Og allir þekkja hvern annan svo vel og allir vita hvernig hvert og eitt virkar. Þannig að þú ert svo stór partur af skólanum, hver og einn er svo stór partur af skólanum að það er svo skemmtilegt. Þú ert í svo góðu umhverfi og það er svo góð stemming, það er ótrúlega skemmtileg stemming og það er alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi. Það er mikið af viðburðum, mikið af uppákomum og svoleiðis og þú finnur það að kennurinn þykir vænt þig. Það var fyrrum nemendur sem sagði við okkur að samátt að þú sért feimin og vilt láta lítið fyrir þig fara, þá týnstu samt aldrei. Þú ert alltaf í beinu samskipti við kennara, þú getur alltaf tekið þátt í nemendalífinu á þínum eigin forsendum og þú mátt bara vera feimin og láta lítið fyrir þig fara ef þú vilt. Mér finnst námið mjög fjölbreytt. Þetta er ekki bara að skrifa upp úr einhverjum spurningum og þegar þú ferð að gera sem þú vilt, af því við erum líka til dæmis með kviku. Þú getur sett þetta upp í eitthvað 3D-prentara eða tekið upp podcast og kennararnir sýna svo mikið stuðning gagnvart því að þú ferð að tjá þig eins og þú vilt. MBA með heimavist, þar sem að nemendur alls staðar á landinu koma og okkur þykir rosalega vænt það að þau vilji koma og vera hjá okkur af því að nemendur sem koma utan að svæðis setja svo sérstakann blæ á starfi. Þau efla félagslífið og það er gaman að hafa þessa krakka í tíma. Þannig okkur þykir rosa vænt að fá sem víðasta nemendahóp. MBA er náttúrulega bóknámsskóli og býður upp á nám sem er kannski almenns eðlis en það er líka virkilega gaman að fylgjast með MBA sem svona ákveðin frumkvöðul í skólaþróun. MBA hefur svo sem alltaf verið það. Frumkvöðul þegar kemur að símati, að nota tækni í námi en skólaþróun sem hefur átt sér stað hér á undanförnum árum hefur verið mjög eftirtektarverð og enda verið verðlaunuð fyrir það. Og ég myndi segja að allir af þessu svæði í kringum MBA ættu að íhuga MBA sem einn af sínum helstu kostum þegar kemur að því að velja menntaskóla.